Æ, veitu ég þarf aðeins að skjótast þetta. Komið sæl og gleðilegt ár. Viðfangsefni mitt í dag, það eru langanir. Og í raun það var þannig þegar ég fekk þessa hugmynd í upphafi að fjalla þetta efni, þá var ég að velta svo mikið fyrir mér enska orðinu appetite. Það var ofarlega í huga mér. Því að þetta orð og að það sé þýtt sem matarlist, þá er það þannig í enskunni að það má nota það fyrir margt annað, það er gjarnan notað fyrir allt mögulegt. Allt mögulegt annað en mat. Og þannig er hægt í enskunni að tala að hafa list á tónlist til dæmis. Eða sem sagt appetite for music. Eða lífinu eða hverju sem er. Og já, við vorum að tala það áðan að hvað margir hafa svipt sér lífi og fólk skortir langanir fyrir jafnvel að lifa lífinu. Og það að hafa list á einhverju, það er nátengt því að hafa langanir. Og þú getur haft langanir ekki bara fyrir mat, heldur fyrir nánast hverju sem er. Og svo er það heilbrigðar langanir og óheilbrigðar langanir. Og þannig geta líka heilbrigðar og eðlilega langanir orðið óheilbrigðar. Og það er þegar að langanir okkar fara út fyrir það sem við getum kallað eðlilegt eða samkvæmt orði Guðs. Og þannig geta líka langanir og óheilbrigðar langanir, þar geta orðið svo sterkar að okkur fer að hungra og þyrsta eftir því sem að langanir okkar beinast að. Og þannig hungrar fólk og þyrstir eftir frama og upphefð í lífinu, eftir því að ná árangri eða öðlast hæfileika, til dæmis í íþróttum. Hungra og þyrsta eftir að komast í fyrsta sæti eða komast í einhverja háa stöðu. Jafnvel þó það kosti það að þurfa að traðka á náunganum til að komast þangað. Og það getur varla talist heilbrigð löngun eða þrá. Og oft er það þannig að við komum okkur á einhvern stað þar sem að langanir fá að vaxa og þroskast. Og við dveljum við hluti, jafnvel þannig að það sem við veitum athygli, það verður einhverju þráhyggju. Og við hungrum og þyrstum eftir því sem að okkur hefur ekki ætlað. Og var það ekki einmitt þannig með Evu í aldingarðinum? Eins og við lesum í öðrum kaflanum í fyrstu Mósebók. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta. Því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Og svo í 9. versinu segir, og drottinn Guð lét upp vaxa á jörðinni alls konar tré sem voru girnileg á að líta og góð að eta af. Þannig að Guð skapaði okkur með langanir til að borða. Guð skapaði okkur þannig að það er nauðsynlegt að borða til að varðveita líf. Og þannig lét Guð vaxa upp af jörðinni sérhvert tré sem gott er að sjá og borða af. Með öðrum orðum, maturinn hann ætti að líta vel út. Matur verður að bragðast vel. Og það hefur áhrif á meltinguna jafnvel. Ef þú gefur mér eitthvað sem er næringaríkt og það lítur út eins og skál af leðju, þá vil ég það ekki. En ef þú útbýrð eitthvað sem er óhollt,
en það er aðlaðandi og hefur góðan ilm, þá geti ég hugsað mér að borða það. Þannig að matur verður að líta vel út. Og svo segir Biblían, og Drottinn Guð lét upp vaxa í jörðinni alls konar tré sem voru gyrnilega á að líta og góða eta af. Og lífsins tré líka, mitt í garðinum. Og tré þekkingar góðs og ills. Guð útvegaði fæðu. Og það var vilji hans að mannkynið skyldi borða. Og þannig sjáum við að langanir þær eru ekkert endilega rangar. Og Guð skapaði okkur þannig að við höfum langanir. Langanir í góðan mat, félagslega langanir. Og Guð skaffaði allt það sem þarf til að uppfylla þessar langanir. Það er að uppfylla þær á eðlilegan og heilbrigðan hátt. En Guð setti takmörk. Þú mátt eta frjálslega, en af skilningstrénu góðs og ills skalt þú ekki eta. Og þannig sjáum við að Guð ætlaðist til af okkur að við hefðum stjórn á löngunum okkar. Stjórn á þeim þannig að þær séu í samræmi við vilja Guðs. Og þannig er það að sumt er í lagi að borða og annað ekki. Og jafnvel þó það væri ekkert athugavert við skilningstréð, að þá þegar Guð sagði etið ekki af því, þá hefði það átt að duga til að þau forðuðust það. Og þannig á sama hátt þá er það stundum að fólk segir, hvað er að því að borða svínakjöt? Ég veit það ekki. Það eina sem ég veit er að Guð sagði, ekki borða það. Og það er allt sem ég þarf að vita. Ég þarf ekki endilega að fá skýrslu frá Vísindarannsóknastofnun. Guð segir bara borðaðu það ekki. Og þannig mun ég ekki borða það. Og það er svo hliðinni sem að Guð vill að þú sýnir. Guð segir, það sem syndir í sjónum, það verður að hafa hreistur og ugga. Og það er alveg sama hversu ljúffengur hákarl er. Hann er ekki með hreistur, svo ég borða hann ekki. Og mér er alveg sama hversu safaríkur krabbaleggur er. Hann er ekki með ugga og hreistur. Og ég borða það ekki. Og dýr á landi, þau verða að vera með klaufir og jórtra. Og þannig er mér alveg sama hversu ljúffengt skjaldböku kjöt er. Ég mun ekki borða það, því þær hafa ekki klaufir og jórtra ekki. Ég þarf ekki að skilja það vísindilega, hvers vegna það má ekki borða þetta. Heldur vegna þess að Guð sagði ekki borða þetta. Og það er okkur til happs að vísindin eru sífellt að komast að þeirri niðurstöðu að Biblían hefur rétt fyrir sér varðandi hvaða matur hentar okkur best. En það ætti ekki endilega að vera ástæðan til hlýðni. Heldur miklu frekar það að Guð segir. Guð segir svo. Það ætti að vera okkar grundvöllur. Og svo lesum við í upphafi 3. kaflans, höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem Drottinn Guð hafði gjört. Og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafði sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum. Og þá sagði konan við höggorminn, af ávöxtum trjánna í aldingarðinum megum við eta, en af ávexti trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Og nú er djöfullinn að reyna að freista Evu til að borða það sem Guð sagði þeim ekki að borða. Þannig höfðar hann til matarlistar hennar. En hvað var Eva að gera með að vera vappi innan þetta tré sem Guð hafði bannað þeim að eta af? Það er mikilvæg lexía strax þarna. Hvað erum við að gera með að vera virða fyrir okkur forbáðnar hluti? Þessi stað ættum við að forða okkur í burtu, ekki gefa óvininum færi. Eða eins og segir í Galatabréfinu 5:13, þér voru bræður kallaði til frelsis, notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Þannig að við eigum ekki að gefa holdinu færi á okkur með því að vera einhverju vappi innan það sem getur valdið okkur skaða.
Og eitt stærsti glæpurinn sem þú og ég getum framið gegn Guði að taka eitthvað sem Guð gaf okkur til dýrðar og nota það til svívirðingar. Guð skapaði mannkynið með matarlist og í hjónabandinu list á líkamlegum samskiptum. Hann gaf okkur slíka list og langanir. Og djöfullinn notar eitthvað sem gott, eitthvað frá Guði, og hann freistaði Evu til að nota það sem gott til að vanvirða Guð. Og hann höfðaði til matarlistarinnar. Og svo í versi 4 segir höggormurinn við konuna: vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum mun augu ykkar uppljúkast, og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Hlusti á þessi orð sem Ellen G. White skrifar í Counsels on Diet and Foods á blaðsíðu 59. Stjórnandi máttur matarlistarinnar mun reynast glötun þúsunda þegar ef þeir hefðu sigrast á þessu, haft siðferðislegt vald til að vinna sigur yfir hverri annari freistingu Satans. Og ég heldur við verðum að lesa þetta aftur. Stjórnandi máttur matarlistarinnar, og hún stjórnar mörgum okkar. Hún mun reynast glötun þúsunda þegar ef þeir hefðu sigrast á þessu, haft siðferðislegt vald til að vinna sigur yfir hverri annari freistingu Satans. Leyfðu mér að orða þetta öðruvísi. Að sigra matarlist gerir það auðveldara að sigra sérhverja aðra synd. Og það sem ég hef uppgötvað að það að fást við matarlistina, það að forðast að borða það sem ekki gott fyrir okkur, það í raun góð þjálfun í því fyrir andlega hluti. Þannig að með því að takast á við það að halda aftur af matarlist, þjálfar okkur í því að taka stjórn á öllu öðrum löngunum okkar sem við kunum að þurfa að fást við. Takk eftir því líka sem Ellen G. White segir hér á blaðsíðu 194. Hófleysi grundvöllur allrar þeirra siðferðislegu meina sem maðurinn þekkir. Og við sjáum það að upphaf syndar var í aldingarðinum þegar Eva át af trénu sem Guð hafði bannað þeim að eta af. Og svo sjáum við að Kristur hófst handa við endurlausna verkið þar sem vandamáli byrjaði. Og hvar var það sem að þetta byrjaði? Fall Adam og Evu. Og hvernig hóf Kristur verkið? Með því að sigra matarlistina í eyðimörkinni, þegar Satan freistaði hans með því að breyta steinum í brauð. Þannig að eins og fyrstu foreldrar okkar féllu vegna löngunar í mat, þá í starfi sínu okkur til frelsunar, þá það afneitun á mat og sigur yfir matarlist, fyrsta verk Krists. Spurningin til þín, matarlist slæm? Nei, hún ekki slæm. Guð skapaði okkur með matarlist. Svo við skulum skoða þetta aðeins betur varðandi matarlist. Margir eru veikir vegna matarlistar og einn eða annan hátt. Og leyfðu mér að útskýra hvað ég á við. Lesum hér í Matteus 5. kafla, fyrstu 5 versin. Þegar hann sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum, kenndi þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Sælir eru sorgbeitnir því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóvarir því að þeir munu jörðina erfa. Og lesum svo næsta sæluboðorðið. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Þannig að leyfðu mér að segja þetta öðruvísi. Sælir eru þeir sem hafa löngun fyrir réttlæti. Nú sagði ég að mörg okkar væri veik vegna matarlistar. Jafnvel
þótt þetta sé góður matur eða of mikið af röngum mat. Við erum veik mörg okkar vegna þess að við höfum stjórnlausa matarlyst. Það sem við þurfum er að hafa list og löngun á réttlæti. Og Biblían segir, sælir eru þeir sem hungra og þyrsta eftir réttlæti. Og hvað er okkur lofað í lok þessa vers? Þeir munu saddir verða. Án réttlætis verður engin hólpin. Og vandamálið með okkur, við hungrum og þyrstum eftir peningum, þannig að fólk selur eiturlyf, rænir fólk og lýgur og stundar spillingu til að fá peninga, vegna þess að það hungrar og þyrstir eftir peningum. Og unga fólki sem hungrar og þyrstir eftir rómantík og þau berjast við foreldra sína, óhlýðnast og stinga af miðja nætur bara til þess að geta hitt einhvern sem þeim langar að eyða tíma með. Og hvers vegna? Bara að sjá þennan unga mann eða unga konu. Og þeim hungrar og þyrstir eftir þessari rómantík. Svo eru það þeir sem hungrar og þyrstir eftir menntun eða góðri stöðu eða virðingu. En hversu mörg okkar hungrar og þyrstir eftir réttlæti? Og það skortir löngunina í réttlæti. Hún kemur ekki að sjálfum sér. Og við þurfum að þroska þessar langanir innra með okkur. Þú sér þegar þú hungrar í eitthvað, þá gerir það allt sem í þínu valdi stendur til að seðja hungrið. Hvort sem það er kynlíf eða hvað sem er. Og þegar einhver hungrar í eitthvað, þá er það eina sem að kemst í huga viðkomandi að seðja það hungur. Og við sem erum börn Guðs, við sem væntum þess að fara þangað sem að réttlæti býr, við þurfum að hungra og þyrsta eftir réttlæti. Því ef við gerum það, þá hefur Guð lofað að hann mun seðja hungur okkar. Hlustið hvað Davíð segir. Eins og hindin sem þráir vasslindir, þráir sál mín þig og Guð. Sál mín þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Og sjáðu líka hvað segir hér í Jesaja, kapla 44, 3. vers. Því að ég mun ausa vatni yfir hið þyrsta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Og ég mun úthella anda mínum yfir niðja þína og blessan minni yfir afsprengi þitt. Við þurfum að þróa með okkur þessar langanir. Ekki svo mikið fyrir mat, heldur fyrir réttlæti. Langanir til að gera það sem rétt er. Og þorsti er nauðsynlegur. Jesús sagði, sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir. Og Guð sagði, ég mun ausa vatni yfir þann sem er þyrstur. Og spurningin er, þyrstið þig eftir þekkingu og orði Guðs? Eða þyrstið þig eftir næsta knattspyrnuleik í sjónvarpinu? Eða næsta þætti í uppáhalds sápuóperunni? Eða þyrstið þig eftir að útsölurnar hefjist? En þegar kemur að andlegu málum, þá skortir á löngun. Og við höfum lítið umburðarlendi fyrir andlegu málum. Því okkur hungrar ekki og þyrstir ekki eftir því. Við viljum ekki að matarlistin yfirbuga okkur eins og hún gerði Evu. Við viljum list og löngun eftir réttlæti. Löngun eftir réttlæti Guðs. Hún getur aldrei farið úr böndunum. Því að enginn getur haft of mikið af réttlæti. Þú getur aldrei borðað yfir þig af réttlæti Guðs. Og hvers vegna er það sem að fólk hefur svo takmarkaða löngun og andlegu málum? Við sjáum ástæðuna í Rómverjabréfinu 8, 7-8. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði. Nú þegar þú lest fjandskapur gegn Guði, verður þú að skilja að þar er átt við fjandskap gegn Guði og öllu sem frá Guði er komið. Svo hyggja holdsins er fjandskapur gegn öllu sem er frá Guði. Og við höldum áfram að lesa
með því að hún lítur ekki í lögmáli Guðs, enda getur hún það ekki. Og það sem Biblían segir, vegna syndar fæðust við í ómögulegum aðstæðum sem aðeins Kristur getur lagað. Sérhver manneskja sem fædd í þennan heim fædd og þarfnast frelsara. Skoðum aftur þetta vers. Með því að hún lítur ekki í lögmáli Guðs, enda getur hún það ekki. Sem þýðir að það ómögulegt fyrir holdlegan huga að hlýða lögmáli Guðs. Svo lítum aðeins á lögmál Guðs og hvað Kristur kom til að gera. Í Rómarbréfinu 8:1. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálin var ógerlegt af því að leyti sem það mátti síns einskis fyrir holdinu. Lögmálin mátti síns einskis fyrir holdinu. Þannig að lög Guðs máttvana gagnvart holdinu. Eitthvað sem Guð skapaði, það getur ekki verið máttvana. Lögin ekki máttvana. En leyfðu mér að sýna þér hvað ég á við. Við vitum að rafmagnið rennur rafmagnsvírana, en við fáum samt ekki straum. Og hvað það sem hindrar að við fáum straum? Það einangrunin, ekki satt. Það kraftur í rafleiðslunum. En vegna einangrunar hefur það ekki áhrif á okkur. Þannig getum við sagt að rafmagnið máttvana í því að gefa okkur stuð vegna einangrunarinnar. Á sama hátt þá holdið með öllum sínum efa og skorti á trú. Það eins konar einangrun gagnvart krafti Guðs. Svo það sem lögmálinu var ógerlegt að því leyti sem það mátti síns einskis fyrir holdinu, þá kom Guð, eins og segir í versinu, með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæmdi Guð syndina í manninum. Þannig var réttlætiskröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda. Kristur kom til að sýna okkur að þrátt fyrir að við höfum holdlegt eðli, þá getum við lifað í samræmi við lögmál Guðs. Með öðrum orðum, við getum lifað réttlátu lífi, svo að réttlæti lögmálsins það rætist í okkur. En vegna þess að holdlegur hugur fjandskapur gegn Guði, þar sem hann lítur ekki í lögmáli Guðs, þá holdlegur hugur á móti réttlæti Guðs. Og Hebreabréfið 10:16 það segir: Þetta sáttmálinn ég mun gjöra við þá eftir þá daga, segir Drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Þannig að hvað það sem Guð gerir? Hann leggur lögmál sitt sem réttlæti í hjörtu þeirra, í huga þeirra. Þú sér að Biblían segir að holdlegur hugur sé fjandskapur gegn Guði. Svo að Guð verður að gefa okkur annan huga. Huga þar sem lögmál Guðs ritað, sem réttlæti Guðs. Og með þessum huga, vegna þess að þú verður ekki dýrlingur á einni nóttu, þá verður þú að vaxa. Og með þessum huga aðal þrá okkar og langanir í samræmi við það sem Guðs Langanir okkar í samræmi við réttlæti Krists. Og hvað þá vandamálið? Vandamálið að margir hafa ekki upplifað raunverulegt afturhvarf. Svo við verðum að spyrja hvað felst í raunverulegu afturhvarfi. Sjáu hvað segir í Matteus 16, 24-25. Þá mælti Jesús við lærisveina sína: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því, og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Og hvað Kristur að segja hér?
Hann í raun og veru að segja að langanir okkar, óeðlilega langanir, það að okkur hungrar og þyrstir eftir óeðlilegum hlutum, við þurfum að afneita því. Við þurfum að týna þessu gamla til að finna það nýja. Og sá sem að hefur upplifað raunverulegt afturhvarf þráir réttlæti á sama hátt og hungraður maður þráir mat. Og sá sem breytist mun velja réttlæti fram yfir líkamlega fæðu. Eða eins og Jób sagði svo vel í kafla 23, vers 12. Frá skipun vara hans hef ég ekki vikið, hef ég varveitt í brjósti mér orð munns hans. Þannig að Jób hafði upplifað raunverulegt afturhvarf. Hann tekur orð munns hans fram yfir nauðsynlega fæðu. Nú, Jesús var svangur þegar hann talaði við samvisku konuna, en lærisveinarnir þeir fóru í þorpið til að kaupa mat og þegar þeir komu aftur, þá vildu þeir að Jesú fengi sér að borða. Og við lesum í Jóhannes 4:31. Meðan þessu fór fram, báðu lærisveinarnir hann, Rabbi, fá þér að eta. Og hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þér vitið ekki um. Og hvers vegna? Hann tók þátt í því réttláta verki að reyna að bjarga konunni, og hann var svo upptekinn af því að hann fann ekki einu sinni til líkamlegs hungurs. Sælir eru þeir sem hungra og þyrsta eftir réttlæti. Vinir, ef þið hafið ekki löngun fyrir því sem andlegt þá biðjum Guð. Það margt sem við biðjum Guð og hann getur hugsanlega sagt nei. Faðir, mér langar í peninga, og hann segir nei. Faðir, mér langar í eiginmann, nei. Mér langar í konu, nei. Faðir, ég vil fá stöðuhækkun, nei. Faðir, ég myndi vilja meira réttlæti, já. Ég myndi vilja hafa fyrirgefandi anda, já. Ég vil þorsta eftir réttlæti, já. Við ættum að biðja Guð að gefa okkur hungur og þorsta eftir réttlæti. Ég þakka Guði fyrir að flestir vilja gera það sem rétt Flestir eru almennilegir. Þú þarft ekki Guð til að vera almennilegur. Þú getur verið almennilegur án Guðs. En til að vera réttlátur, það krefst breytingar á eðli okkar. Það krefst máttar Guðs. Og því segi ég aftur það sem Kristur sagði, sælir eru þeir sem hungra og þyrsta eftir réttlætinu. En það erfitt í dag að fá fólk til að hætta að hungra og þyrsta eftir því sem á samfélagsmiðlum eða öðrum afþreyingarefni sem heimurinn býður upp á í dag. Því að fólk hungrar og þyrstir eftir því sem þar að finna. Og það dæmi það að fólk láti lífið við að senda SMS eða skilaboð á Facebook. Fólk lappar á staur eða fyrir bíl eða ofan í holu, því það hungrar og þyrstir eftir veraldlegum hlutum. Hvað ef okkur hungraði og þyrstið með sama hætti eftir orði Guðs og Biblíunni? Ef við höfum ekki slíkt hungur, erum við þá í raun kristin? Hvernig get ég verið kristinn þegar ég hungra ekki eftir orði Guðs? Hvernig get ég verið kristinn og réttlæti Guðs ekki aðallöngun mín? Og það blessunni því að hungra og þyrsta. Því þegar þið hungrar og þyrstir eftir réttlæti, þá missa aðrir hlutir aðdráttarafl sitt. Þeir valda þeir ekki lengur streitu og áhyggjum, höfuðverk og sárindum. Þeir missa bara aðdráttaraflið. Vegna þess eins og Kristur hefur mat að eta sem enginn veit neitt Þannig þurfum við að þróa með okkur öfluga matarlyst, ekki eftir mat, heldur eftir réttlæti. Og réttlæti einfaldlega að vera eins og Kristur. Og hvernig get ég orðið eins og Kristur? Ég lifi í samræmi við lögmál Guðs eins og Jesús lifði.
Svo það ætti að vera bæn okkar, heilagi Faðir, gefðu mér löngun fyrir réttlæti. Í bókinni Historical Sketches á blaðsíðu 285, það skrifar Ellen G. White: Sérhver unglingur ætti að vera hrifinn af þeirri staðreynd að hann er ekki hans eigin. Styrkur hans, tími hans, hæfileikar hans tilheyra Guði, því tíminn er lífið. Og þess vegna vil ég hvetja þig, eyddu meiri tíma í orð Guðs, eyddu minni tíma í hluti eins og samfélagsmiðla og gefðu þann tíma í orð Guðs, svo að orð Guðs geti gefið þér skýra sýn, svo þú getur greint rétt frá röngu. Því að við sjáum á þessum tíma sem við lifum á að það eru skýr merki endalókin. Og þú þarft að gera þig grein fyrir að þú þarft að breyta því hvernig þú lifir. Við þurfum að endurskipuleggja forgangsröðun okkar vegna þess að við viljum ekki að Kristur komi okkur á óvart, vegna þess að við erum svo upptekin af þessu lífi og því sem það hefur að bjóða. Jesús sagði í Lúkas 17, 26-30: Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina og flóðið kom og tortímdi öllum. Eins var á dögum Lots, menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðursettu og byggðu. En daginn sem Lot fór úr Sódómu rigndi eld og brennisteini af himni og tortímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Hann sagði ekki að þeir fremdu morð eða nauðguðu eða eitthvað slíkt. Það þarf ekki að segja það. Það er af augljóst að þessi hluti leiða til glötunar. En það er ekki augljóst að það að sækjast eftir upphefði í lífinu geti leitt til glötunar ef hún leiðir okkur frá Guði. Það er ekki augljóst að rómantík geti leitt til glötunar ef hún leiðir okkur frá Guði. En gleymum því ekki að réttlátur maður glatast ekki, sá sem hungrar og þyrstir eftir réttlæti. Svo munum eftir því að eyða meiri tíma með Guði, orði hans í bæn. Það mun breyta því hvernig þú hugsar. Það mun umbreyta löngunum þínum þannig að þú ferð að hungra og þyrsta eftir réttlætinu. Í þrá aldanna á blaðsíðu 10 þar segir: Ekkert nema hið óeigingjarna mannshjarta lifir sjálfum sér. Sérhver fugl sem klýfur loftið, sérhver dýr sem gengur jörðina hlynnir að einhverju öðru lífi. Sérhvert laufblað í skóginum og sérhver lítið strá hefur verk að vinna. Sérhvert tré, runni og laufblað geislar frá sér því lífsmagni sem hverju manni og hverju dýri er nauðsynlegt til að halda lífi, og á móti þjóna menn og dýr lífi í trjám, runnum og laufum. Ilmur og fegur blómanna er heiminum blessun. Sólin úthellir birtu sinni til að gleðja 1000 veraldir. Hafið sem sjálft er upphaf allra linda okkar og vatnsbóla tekur við fljótum allra landa, en það tekur við til að gefa. Rakinn sem stígur upp af því fellur sem úrkoma til að vökva jörðina svo hún frjókast og ber ávöxt. Þannig sjáum við allstaðar í náttúrunni hvernig allt er skapað til þjónustu, en við mennirnir, við hugsum bara okkur sjálf, að þjónusta okkur sjálfum og fá þjónustu. Og þessi heimur ekki betri ef við með sama hætti lifðum til að þjóna öðrum, ef við hefðum löngun til að lifa fyrir það, að hungra og þyrsta eftir því að þjóna frekar en að sækjast sífellt eftir þjónustu. Það á ekki síst það, hvaða hugafar við höfum varðandi það að mæta hér í samkomu. Erum við að koma til þess eins að fá þjónustu
eða erum við að koma til að þjóna hvert öðru? Erum við að koma á samkomu aðeins til að þiggja eða til að gefa af okkur? Hvernig væri það ef við kæmum hér með það í huga? Hvernig get ég þjóna bræðrum mínum og systrum í söfnuðinum? Hvað get ég gefið af mér? Hvað ef okkur hungraði og þyrsti eftir því að þjóna hvert öðru? Hvernig væri þessi söfnuður þá? Hvernig væri samfélagið ef allir hungraðu þannig og hugsuðu þannig? Þetta er vert að hugleiða. Mættum við bera gæfu til þess að hungra og þyrsta eftir réttlæti Guðs, þannig að langanir okkar séu í samræmi við vilja Guðs. Mætti það vera þrá og langanir okkar allra. Amen. Takk fyrir.